Dr. Fútból heilsar á föstudagsmótni í vikulokum Dr. Fútból eftir frábæra viku í boltanum. Sigurður Bónd og Gunni Birgis með mér. Gamla bandið. Já. Það má aldrei gleyma gamla bandið. Ræs út gamla bandið. Ræs út, helvítis gamla bandið. Því miður segja sumir sem betur fer segja aðrir. Dr. Fútból að sjálfsögðu með Túborg, stattur í Túborg 10. Túborg núna líka til í smáríkinu og það magnað hvað þessi þjóð getur gert þegar hún stendur saman eins og við höfum séð í Túborgnum á smáríkinu og endilega kynni ykkur það. Herðu, Fitnessport og Dr. Fútból hafa unnið lengi saman og sáuðu með Rory McIlroy hvað hann tekur mikið kreatín. Kom inn á þetta í þetta. Já. Hvað tekur hann mikið? 20 milligram, 20-22 milligram. Hann bara að raði sig, herðu, svo í myndan. Hann má ekki bara taka 4. Hann bara vel þykkur sko. Er ekki eitthvað sem maður þarf að byrja með. Er ekki skeiðin bara 5-10 eða eitthvað svolítið? Já, hann að taka 2-3 ár. Hann lítur að taka 3 sko. Ég man alltaf eftir því þegar að menn voru svona eitthvað grunsamlega ekki að fara að fá sér á laugardagskvöldi hérna í gamla daga. Það byrju hvað, ætlar ekki að fá þér? Nei, ég er að hlaða. Það var þegar menn voru að hlaða kreatíni. Mátti ekki drekka hún í það. Það byrju fokk Nei, ég er að hlaða? Nei, ég er að hlaða. Þetta er ekki hirt áður. Það var alltaf, gamla daga var alltaf byrjar á svona load phase-i. Þá tókstu mikið sko eitthvað að hlaða kreatíni. Og þá var bara því miður, ég get ekki... Voru vísindar bak við þetta? Ég get ekki fengið... Ég ætla að prófa þetta. Já. Ég ætla að fara að taka 3-falt magn. Já, fjárþjálfun Gilsarans prófaði það líka og segði að Dr. Fútból hafi sent ykkur og nú þykir vænt það Gilsaranum, hann er að hjálpa þjóðinni að koma sér í betra form, hann er maður sem á fjárþjálfun, ef einhver segir við fjárþjálfun, hann á það, he created that word, þetta orð var ekki til þegar hann mætti með það í íslenskuna. Dominos Pizza og Dr. Fútból, Dominos auðvitað fara með hóp segi til Liverpool á eftir. Það að segja á leik Liverpool og Tottenham þar sem að Liverpool tryggir titilinn þetta árið og annar titill þeirra í Premier League og fara þar upp fyrir bæði Leicester og Blackburn og koma þetta með hælarna á Arsenal liðinu magnaða. Nú Tjekkland byrjuð skoðun Tjekk 50% afsláttur ef þú segir að Dr. Fútból hafi sent þig. Það á nóg að vera í Keiluhöllinni gær þar sem að venjulegt fólk mætir að skemmta sér og Óðinn Svan mætti ég og vann fekk þetta. nú bara heldur betur veður á því í gærkvöldi maður. Já. Þú jarðaði þetta bara. Hann mætti bara með guttan sinn. Það eru margir sem að mæta, þú veist mikið þetta, ég veit mikið. Hann mætti með guttan sinn. Sko, tók þetta niður bara. Það er þetta rosalega. hjá Dr. Fútból á bara að vera gaman. Já. Þess vegna er ég bara alltaf með kjúklingavangi í vinninga af því að ég var einhvern tíma með einhverja flugferðir og eitthvað svona, þá mættu gæjar í einhverjum ljótum úlpum að sko reyna að svindla sko. Já, það er hundleiðilegt. Þannig að það er hundleiðilegt. Það er ekki gaman að vinna eitthvað dótum að svindla sko. Nei. Þú veist, slá 11 högg og segja, Þetta er vandamáli með þessi, þetta er vandamáli með golfmótin. Að treysta fólki sko. En hann vann þetta og gerði þetta glæsilega og hann var held ég með syni sín sem var ansi öflugur og þeir voru góðir. En Tölvutek fjölskylduhátíð framundan. Já, þeir eru seasonal kallar. 1. maí verður risa fjölskylduhátíð, við ætlum að eiga æðislegan tíma, leikistjórnir hér, þeir fást í Tölvutek, aldrei mig veg. Drengir, 2 Íslendingar hafa spilað í Úkraínu. Hvaða Íslendingar hafa spilað í Úkraínu? Og svo ætla ég að minna það að Andriy Shevchenko er á leiðin til landsins verður hjá Úkraínan er Árni Vill og Árni Vill er hárrétt vel gert strákar. Hinn Þetta er vendarlega fyrir okkar tíð. Nei. Úkraína var ekki til bara fyrir 91 eða 2 eða eitthvað 3. Mér langar bara að segja Adam Örn eða eitthvað, hann fór til Páls. Nei, sko, málið er ég segi ykkur, þetta er svona maður sem er sérlundaður, spilaði 1 leik að hún hætti. Hvað íslenski Hannes Tótt Sigursson. Nei, þetta er geðveikt sjátt. Frábært sjátt. Geðveikt sjátt. Kóngurinn. Það er ekki hann. Hver var í líklegur til að spila 1 leik og bara, nei, þetta er ekki gott sko. Nei, þess ekki. Þetta er algjör kóngur sko. Vögg. Nei, þetta er ekki Vögg er alltaf. Nei, Vögg er alltaf, hann er alltaf jákvæður sko. Býtu, hvaða kóngur er þetta? Þessi verður bara, þetta er ekki. Æ, maður á að vita þetta. Guðlaug Viktor. Nei. Hann er jákvæður. Hann er svona að spila alltaf 20 leikir og svo farinn. En þetta er að sjálfsögðu Raggi Sig.
Já, Ekki sig spilaði einn leik hann svo nefndar Fórum hann frá Rússland Já, ég spilaði einn leik Já, þetta var mest ekki sig sem varst að lýsa þetta Já, ég rættur Gerum þetta með Dine Out Panta mat, panta borð Gerum þetta hjá henni Ingu Stórvika fyrir þannig Áfram konur, áfram Inga Allt í krafti kvenna Dóttum fútból og konur Stöndum saman Það var alltaf verið slagurinn Já, það var alltaf verið slagurinn Og við með því að Já, panti gerum Dine Out Þá erum við í leiðinni að valdefla íslensku konuna Nú Inga hafði samband við mig í gær og var svona spennt fyrir Power-rankinu og sagði, verður nú til ég að Gunni segi ekki um þetta núna get ég fengið alvöru Power-rank eins og hún sagði Einmitt og faglegt Ég sagði, herru, já, virðist vera það var eitthvað og ég ætlaði að gefa henni 5 bestu remontadas frá upphafi Já og ég ætlaði aðeins að fá að hafa þannig að sko fyrir mér remontada má aldrei enda sem jafntefli það var margir sem bent á Arsenal Newcastle 4-0-4-4 ég sagði nei, það endur aldrei jafntefli og fyrir mér remontada ræðist alltaf út á vellinum þannig að remontada endar aldrei í vítaspyrnukefni skiljiði mig þannig að þið eru með svona sorsina þessu þannig að þú ert að taka þá Liverpool líka já, veistu hvað ég við remontada gerist alltaf á vellinum það var að klára það ekki á vellinum ég sé svo sem hvert þessi þáttur að fara í top 5 Power-rank bestu remontada sögunar Númer 5 Manchester City á móti QPR 2-1 undir snúa þessu við og vinna 3-2 eina sem svona aðeins skemmir það dæmi er að það komu skilaboð af bekknum hjá QPR í stöðunni 2-2 við erum sloppnir og þeir hoppuðu og skoppuðu þarna á hliðalínunni meðan það var allt saman í gangi Númer 4 besta remontada sögunar Liverpool snýr við 3-0 stöðu á móti Barcelona og vinnur á Anfield 4-0 í meistaradeildinni árið 2019 Það er númer 4, já Númer 3 förum við til Barcelona sem töpuðu fyrirleiknum á móti Paris Saint-Germain 4-0 átt að vera dauðir undnu 6-1 það sem að svona aðeins dodgy refereeing svolítið svona það sem að ég fór og kynnti mér þetta remontada í gær og það eru nokkra ákvarðanir sem ég sé þetta það sem dómarinn bara mættur í stemninguna Já, þetta mjög spes sko en þetta hlýtur að vera einn besti leikur söguna bara Það var svakalegt Númer 2 Er þetta bara fótbolta? Já, bara fótbolta þetta er doktorfútból Númer 2 og við ætlum að mögulega gera við remontada íslenska útgáfan eftir viku Það er ingáðandi spennt fyrir því Já, ég trúi Númer 2 Til að kynnast himnaríki þá þarfst að fara í gegnum helvíti Manchester United Bayern München 1-0 undir kominu upp út á tíma Forseti Júfa Lennart Jóhansson í lyftunni á leiðinni niður í stöðunni 1-0 hann lappar út úr lyftunni 2-1 hvað gerðist? Remontada og númer 1 við förum aftur til síðustu viku comes to the edge of the penalty area stands up the cross Harry Maguire scores Manchester United take the lead oh the ball in from Casemiro is perfect he blows the full-time whistle and Manchester United have snatched a victory the strength of character The strength of character Þetta alvöru gæsari Þetta með gæsara En það var, sko, þetta var 113 mínútur og 30 sekúndur sem ég horfi upp og sé 4-2 Jæja Þú bara verður ruglaðari með hverju vikunni Hvað meinar þú? Það er ekki til betra comeback en þetta í sögunni 3 mörk á 6 mínútur Þetta var frábært Á móti Líón Ekki misskilum Á móti Líón Já, á móti 7. sætinu í Liga A sem er Liga A hefur aldrei verið sterkur Nei Það er bara allránt hjá þess Óskum að sjá svo Arsenal Nei, þetta snýst ekkert Arsenal á móti Manchester United Góðgengis á móti frönskum liðum Já, þetta snýst ekkert Arsenal á móti Manchester United Gengur vel Þú ert alveg, Hjörvar Við slum aðáram Hvað er þú frekar að vera með hana? Ég held nú reyndar fyrst að þetta væri kannski þvert á íþróttir En svo Þú hefði kannski verið með þegar Newcastle jafnaði 4-4 Ég vildi ekki jafnaði Nei Ég var bara með það á bara prinsip þegar ég byrjaði að vinna
það snýst ekkit Sett mér alltaf einhverja reglur. Já, ég frábær regla. Ég hefði metið til dæmis 4-0 sigurinn hjá Liverpool herri heldur en þetta. Já, þetta sitt sínis hverjum. Það nú skemmtilega við boltan, við höldum áfram, förum ofar, förum hærra, förum ofar með Sony fæst í ofar í Borgartúni. Þar eru sjónvarpir 98 tóman, nýja 65 tóman, segja gárungarnir. Herri, sko við erum svolítið fastir alltaf í sem að því að ég að fara í bestu deildur eftir, engar ágjur. Það sem þannig að við erum alltaf svo fastir í okkar fótbolta og okkar íslenska og svona breska og evróska veruleika. Að það landað núti sem heitir Bandaríkin og það eru alltaf tölur 100 sinnum hærri heldur en hérna. Það að segja eins og það sem að menn sem eru að vinna í sjónvarpi og podcastum og annars slíkt, þeir eru bara með óhemju upphæðir. Þeir eru að fá greitt bara svo þetta menn. Ótrúlegar upphæðir. Shannon Sharpe eitt sá vinsalasti. Shannon Sharpe er svona maður sem að Skip Bayless á tíma bara einhvern veginn hélt gangandi því að hann var svona, menn voru ekki alveg samfærum hversu góður hann væri, en hann slæri í gegn. Hann maðurinn bakvið hann frasa, eða ég hlusti á hér, það með þess að búið til mynd, búið til lag þetta. Lakers in 5. Lakers in 5. Saman hvað hann segir Lakers in 5. Lakers in 5. Hann segir alltaf Lakers in 5. Já, hann í hlusti. OKC, KFC, UFC. Já, þetta er svona frasa. Herru, hann var að fara að skrifa bara undir podcaststíl, bara podcast á The Volume hjá Colin Cowherd fyrir $100 million á ári. $100 million. Þetta bara einhver bíluð upp á. Hann átti bara að verða, hann var að fara að verða launahæri Stephen A. Smith og Skip Bayless og allir þessi gaurar. Þetta er þessum krakkar sem yngri en ég þekki allir. Því að þessi gaurar nátíð þeirra á einhvern veginn. En Shannon Sharpe síðan kærður. Þetta er domestic violence, þetta er ekki nauðgun eða það allavega, þetta er mjög áhugavert mál sem hann í og hann búinn að stíga til hliðar hjá ESPN sem aðrir sem á borgun. Hann með þætti sem heitir First Take og maður bara svona launin sem hann með í þessu eru Gary Neville sinnum Jamie Carragher sinnum Gary Lineker. Þetta er ótrúlegt og svo fyndi náttúrulega kannski ekki fyndi en hvernig amerískt samfélag virkar því að þið að horfa O.J. Simpson þættina það snýst svo mikið kynþátt í svona umfjöllunni í Ameríku og hér einhver doktor Umar að tala við svona í kameru og beinir orðun sínum að Shannon Sharpe. Uncle Shay Shay. No more snow bunnies after this scandal. If you cannot promise me that you will never seek the company of another snow bunny, I cannot stand with you. Ok, og þarna hann að segja að þetta snýst það snow bunny fyrir honum, það hvít kona sem að reyna að ná í peninga frá honum og hún að súa hann fyrir $50 million. Og það geti verið að þessi gaur sé bara að verða game over. Já, þetta allavega þannig að en bara svo fólk átti sjá því. Já, þau voru saman Já, hann náttúrulega tæmlega 60 Shannon Sharpe. Já, og hún 20 held. Já, eitthvað svo leiðis. Og hún OnlyFans módel. Og en þetta bara svona til þess að fólk átti sig á því. Peningarnir í Ameríku eru svo margfalt. Margfalt. Stephen A. Smith hefur bara talað það hann sem að býr til margar af þessu stjörnum í þessu deildum með því að tala það á eitthvað svona hann sagði bara, ég vil þá bara fá borgað þessu þér. En byrju, hver var þessi Dr. Umar? Það er bara einhver Shay, bara einhver gæi sem að tala en þannig að þú áttir bara þetta er bara með einhver 47,000 like sko. Já, Þetta er hörmulegt mál og Shannon Sharpe búinn að stíga til þér. Hann búinn að stíga til þér, hann ætlar að verja sig og hann horfða eitthvað í kameruna og ætlar að verja sig og eitthvað svona. En bara þessi heimur sem að Ameríka bara, ef þú meikar það í Bandaríkjunum,
þá ertu þá lífið heldur næs þú bara komin í einhverja bílaða launa og líka bara þeir sem að lýsa á þessum stóru stöðum, þeir sem að fá þessa Game 7 í NBA og Super Bowl og þetta ég meina ef Gummi Ben ef hann hefði verið á CBS eða ef hann hefði verið á ESPN eða eitthvað Fox eða eitthvað þú veist já, hann væri í alvöru peningum Haflega svona líklegast líka í podcastleiknum ef hvað The Volume? Það The Ringer? Það sama? Það ekki bara eitthvað svona þetta eitthvað svipað? Ringer náttúrulega stærsta svona þetta áhugavert ég veit ekki, þetta nefnilega mjög áhugavert og ég held bara að sé mjög hollt fyrir Íslendinga að skoða tölurnar skemmtilegt lúk á svona góðsöld já, þetta er náttúrulega fyrir menn þetta er mjög áhugaverður leikmaður Tight hann tekur sitt kreatín við eftir heldur betur, við ætlum að halda áfram við ætlum að fara yfir íslenska boltan Dóttar fútból var að minna á landlagsinn sem að sá besti Bleikur fiskur er mjög hollur landlagsinn frá Samherja Samherji langstærstur í heimi í bleikjunni ef þú ætlar að klúðra bleikju þá þarf þetta að vera ansi lélugur í eldhúsinu eða í grillinu kíkja á þetta fæst í öllum betri verslunum í grillana mjög oft heldur betur, ég trúi því Weberkóngurinn, bleikur fiskur, góður fiskur segjum við og þetta er í landeldinu góða Víkingar, þeir voru eins og lax á þurru landi í Mosó í gær hvað er að gerast með Víkingarna þeir, þú veist, 2 töp í röð fyrir nýliðum leikir sem já, þetta lítur bara mjög illa út hjá Víking núna í síðust 2 leikjum og framistæðan í gær var bara eiginlega umulig og maður flestir svona ráðast að Gylfa og hann átti náttúrulega alls ekki góðan leik hann bara mjög tindur og mér varst bara eiginlega allt Víkingslið mjög slagt í gær þetta er kannski Valdimar sem kom inn á Rósum að sjálfsögðu hérna afturöldingu eftir byrjum aðeins á Vík já, mér fannst þeir gera vel til að byrja með afturöldingu verst í svona 4-1 með Oliver fyrir aftan ég fannst svona þegar þeir stökku upp í svona einhver pressumoment þegar Víkingar eru með boltan í öftustu línu þá fannst mér þeir finna svæðin mjög auðveldlega sikkur megin við Oliver í þessum hálfsvæðum til að byrja með afturöldingu tvíka til, þeir gera það síðan ekki mikið eftir það sem að mér finnst þess að áhugavert við uppspil og bara leik Víkinga er að svona fyrir mér þá ertu væntanlega alltaf að leitast eftir því að koma bestu mönnunum þínum sem mest á boltan bara í þessu körunni ég meina, þú sækir það er bara mjög þekkt stærð og við vorum að tala um amerískar íþróttir þú borgar leikmannunum stóru seðluna fyrir þessi stóru moment og að þeir séu svolítið að bera upp í lið mér finnst bara að Gylfi ekki fá boltan nægilega mikið þess vegna var ég, á fútmót reyndar stendur að hann sé með bara margar snertingar en ég kaupi það samt ekki alveg mér finnst hann bara vera oft í öftustu línu hann er að taka hlaup aftur fyrir hann er að krossa boltanum út á væng ég myndi vilja hafa Gylfa með boltan meira miðsvæðis á vellinum algjörlega, ég meina það sem að menn auðvitað allir benda á sama við hvernig maður talar í morgunsári eftir þessi 2 töp þetta er auðvitað niðurlægandi fyrir Víking er auðvitað reynslulítill þjálfari nánast reynslulaus, hann er aldrei þjálfað áður og menn eru bara við hverju bjóst fólk og þetta er svo sem umræðan rýmar mjög við það sem sagt var Breiðabliki fyrir að þetta byrjaði ekki alveg nógu vel reynslulaus þjálfari og bla 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 og svo sjáum við hvað gerðist þar en þetta er smá hóla það er auðvitað líka menn meiddir, tæpir og engin taktur í þessu ég ætlaði að segja það, þetta eru svona kannski ef ekki segja að þetta séu mörg mismunandi atriði sem að eru svona vega svolítið gegn Sölva því miður ég meina, Gunnar Vatnamar er náttúrulega mjög mikilvægur fyrir Víkinga Valdimar Þór Ingimundarson er náttúrulega þeirra besti leikmaður líklega ef við horfum alveg blákast í þetta af því að hann hefur þennan eiginleika sem að vantar kannski mögulega hjá vængmönnunum til dæmis í gær að fara á 1-1 við sáum, Georg var bara í engum vandræðum Viktor Örlöf leitaði mjög mikið inn á völlin Viktor Örlöf er náttúrulega ekkert rosalega kantari nei, hann er náttúrulega bara svona miðsvæðisleikmaður Helgi Guðjóns, hann var týndur já, það er bara Víkingasköp það sem að, það helsta sem ég tek út úr þessu leik er að Víkingasköpuðu sér ekkert úr opnum leik það bara þegar Axel gefur að Gylfa það voru bara krossar og svo þegar Axel gefur að Gylfa eftir 10 mínútur eða eitthvað já, og vel var ég á Jökli þeir bræður náttúrulega kom með
þetta eru í 2 unit Já. og þú veist, þeir svona gera þessa heimsókn í Mosó svolítið erfiðari. Sko They ástæðan do anything for clean Já, þú sheet veist, þetta eru bara alvöru Já, tveir fullvaxta kallmenn þetta mættir. Sko ástæðan fyrir því að ég kaupi ekki tölurnar frá Foodmob að því að það fyrsta sem ég skoðaði var hjá Axel Andresinni, það var headed clearance. Hann þar skráður með 4. Ég myndi halda að það verið nær 44. Já, Þú veist, hann bara skallaði allt sem að kom í áttina að markinu og Er þetta ekki það sem er þetta ekki hans leikur að vera bara í lóblokk og standa jú, burtu? þannig hann 100%. geggjað En sko, ef við ætlum að fara að ræða núna afturhaldingu, nema þú viljir taka víkingana eitthvað frekar, ég meina afturhalding, þeir náðu þarna spilköflum sem að maður sá víkingana ekkert ná. Þú veist, mér fannst þeir bara, sérstaklega eftir þetta færi hjá Gylfa, þá fannst mér bara momentið algjörlega svitsast yfir og ef þetta væri svona, einmitt svona momentum eins og maður getur séð á Sofascore, það var allt með afturhaldingu fannst mér. Hvenær skorar afturhalding opnuleik? Það er næsta leik bara Næsta leik? Já, Þeir sköpuðu sér nú slatta, Ingvar Þeir voru varði þarna 2-3 mjög vel. og geggja þegar áttu náðu að færa hann á milli yfir að Elmar gefur á Gogga sem að næstu búin skora Ingvar var í fáránlega vel í fyrraáleik. Þeir voru mér varstu drull góður í þessu leik afturleik. En það var ekki skemmtilega leikur eins og Hrannar Snær Magnússon frábær í þessum leik. Á virði þetta þannig mjög illa með Davíð Örn Atlason og bara Víkingsvörnina í heild sinni. Þannig að Hvaðan kemur hann? Selfoss? Nei, hann er Ólafsfirðingur á upplægi. Já. Hann er Ólafsfirðingur á upplægi. Var á skíðunum í Galanda og er með svona sprengju. Þetta er svona sveita sprengja einhvern veginn. Það er skemmtileg leikmaður 2001 strákur, já þetta var frábær sigur hjá afturhaldingu og það er líka gaman við þetta mót, það er einhvern veginn þú veist, ég veit þetta er frasi en þú veist, þú getur ekki bókað neitt fyrirfram, það er það er líka skemmtilegt, ég var að hugsta mér finnst sko, eða liðið sem lítur best út fyrst mér er Valur eiginlega, mér finnst þeir líta drullu vel út er ég eitthvað bilaður? Já. En hvað heldur þú með Víkingina? Hvað held ég með Víkingina? Ég held að þetta sé bara, þú veist, svo margir get ekki haft rámt fyrir þessu. Auðvitað er þetta mikil áhætta að vera með þennan reynslu miklu hóp með reynslulausan þjálfara. Það er ekkit það er ekkit launungamál. Ég ætla hins vegar að fá að sjá aðeins meir en 4 leiki áður en ég bara en þetta eru 2 skítatöp í röð og það er ekkit að horfa undan því. Og ég ætla að segja bara sigurleikinni 2 KA heima og IBF heima. Þú veist, ég ætla ekki að segja að þetta séu 2 af léttustu leikjunum á kalenderinu, en þetta eru svona ekki 2 af erfiðustu leikjunum. Þannig eru 6 stig komin. Nú reynir bara svolítið á þetta Víkingslið og ég held að kæmi einhver inn hurðina og við veist alveg líklegt að það gerist. Það er sæna eitthvað. Já, þeir þurfa bara að gera það. Með að þessu framstöðu gera, þurfa að fá okkur góðan Dana eða eitthvað annað. Birnir Snær verður nefndur í þessu samtali. Birnir Snær, þú veist, ég myndi að munin að hafa hann á vinstri kantur, gerna ekki Viktor Örlyg. Viktor Örlygur er engin vinstri kantur, hún er ekki greiði gerð með að vera þar. Og ég held að hann geti alveg fungerað inn á miðsvæðinu með Gylfa, Viktor Örlygur, af því hann vinnur þá meiri vinnu í kringum hann sko. Kjartan Kári, leikir sem bæð. Ekki Kjartan Kári. En varandi afturhaldingu, ég meina, þú veist, þetta er frábær sigur, ekki minnskilum með. Já, geðveikur sigur, til hamingju Mosó. Gefur svolítið byrjundi báða vængi, en ég hefði samt haldið eftir 3 leiki, þessa 3 leiki, Breiðablik úti, IBF heima og Víking heima. Þeir á pari. Þá er þetta bara pari. Já, ég myndi alltaf. Ég myndi alltaf 3 stig hafi verið par. En þetta er svo hættulegur hugsun, þú mátt aldrei áætla stig. Þannig var þetta gert í gamla daga. Óli Jó gerði það. En það er eiginlega ekki hægt núna af því að þú ert með þetta neðra playoff. Þú veist aldrei hvaða lið eru að fara í neðra playoff. Þannig að þú veist, það breytir þess aðeins. En þú veist, en svo vill maður núna sjá þessa frammistöðu líka frá afturhaldingu á móti 4 stig fyrir ekki. Já, 4. Þannig að þú veist, það er raun og veru svona aðeins yfir par. Þú veist, ef við tölum á vondu golflingói. Klárlega. Heldur betur. En málið er náttúrulega þau lið sem að þau eru að horfa í, sem við ræðum betur eftir, að þú veist, þau eru líka að taka sín stig. Heldur betur, við slum halda áfram. Bíkó og Dóttor fútból vinna saman, fagmenn í einu og öllu. Ég var að aðstofa félaga mín aðeins að reikna á pallinn. Ég er svona með minn eigin pallareikni sem að ég nægin á Bíkó. Nú er það nýjasta nýtt, það er plast á pallinn. Það er plast? Plastefni, já. Ok. Af því að þú fær ekki flísarnar og þetta á þig þegar börnin eru að hlaupa þetta út um allt. Já. Ég er svona pjúristi náttúrulega, vill alltaf vinna með minni við. En við erum að skoða plastið núna. Ok, ég hef ekki heyrt þetta áður. Nei, þú kíkta á þetta hjá Bíkó ásamt öllum sumartilboðunum. Allt komið á fleygiferð hjá Bíkó, allt komið á fleygiferð hjá Eyjamönnum. Væru til að biðja lágavinn minn afsökunar? You guys owe him an apology. Á hverju þá? Þið spáðum næssæti. Já, er ekki bara 3 leiki búinir send?
En þeir eru aldrei að fara endur neðsætti Eins og ég segi, ég tók ekki með inn í reikningin skal ég viðurkenna að þeir myndu spila á Þórsvellinum og Rúnar Kristins kom ágætlega inn á það í gær að hann óskar engum að fara í þessar aðstæður hérna á Þórsvelli og ég svo sem sagði það líka í síðasta þetta ég held að IBF tapi ekki leik á Þórsvelli þannig að það bara fer eftir því hvað er alltaf að spila lengi þar Á hverju hendar þessi völlur þeim betur en öðrum? Þetta bara völlur sem hendar IBF, hvað meinar Þetta er ekki besti grasvöllur en ég held að það sé alveg Já, en á hverju hendur þetta þeim betur en öðrum? Þeir eru vanar, þeir eru miklu meira gýra að vera heima í svona veðri heldur en útileg sem kemur hjálpar það, Hjörvar, að æfa á þessum völli daglega og auðvitað hjálpar það að æfa í þessum aðstæðum daglega það er náttúrulega En er þetta ekki sami völlur fyrir bæðilið? Já, þetta er bara eins og ég verið þróttu vóðum og var alltaf 16 metrar á sekundu Við unnum eiginlega alltaf heimaleiki Nú er Rocky Vór alltaf Nei, ég meina þeir eru bara, og þetta er bara velgert ég meina, þeir eru bara búin að búa til víð þarna En þeir eru líka bara búin að massífi líka Ég var aðeins sendingu hjá, hvað var það ekki? Alex Freyr sem Alex Freyr sendingu inn fyrir Ólfur Heiðarsson Mér fannst hann í alvörunni, mér fannst eins og hann var að reyna að dempa á boltan Mér fannst hann valla að koma við hann Þetta var geðveikt Svo bara skýst hann eitthvað áfram Insane sending, velgert í Ólfur Mér langar að gefa Bjarkabindi Gunnarsinni sem að með mér þrótt voðan gott sjátt hann er búin að vera drullu góður hann Marko assist Hvaðan kom hann? Ég meina bara smá útidúra því að ég var á leikmannakynningu í Háká á miðvikudagskvöldi Hemmi Hreiðars I believe sko ég bara hann reif alla með ég hef aldrei bara verið með þjálfara sem að ég hlakka meira til að sjá spila þú veist Þetta verður eitthvað rosalegt sumar hjá Hákakunni, ég hef ekki verið svona spenntur í mörg ár fyrir liðinu. Hann seldi mér þetta bara á 10 mínútum sko. Já, geðvikt. Það er markverðadrama þarna hjá Fram, Gunni, þú varst með skýrslu. Já, Ólafur Ísól mikill vinur minn. Gat verið. Við eigum það sammeilegt, við erum skapmenn báðir tveir og erum með sterkar réttlætiskennd. Þetta er erfitt mál því að eins og segið, þú veist, Óli er að koma úr leik þar sem að Fram snýr við nánast töpuðu leik á móti Breiðablik og vinnur glæsilegan 4-2 sigur, svona remontada, fyrst að við erum að tala um það. Það var algjört remontada. Já. Svo er farið þá leið að Viktor fær bikarleikinn, þar sem að þeir vinna F-háinga, sanngjarnt, nei, ég myndi ekki segja það, F-háingar voru bara mjög öflugir í seinni hálfleik þar. Svo er tekið svo ákvörðun að Viktor fær næsta leik þar á eftir. Mér finnst alveg skrítið að Óli sem að hefur verið Fram, hann hefur verið frábær fyrir Fram. Hann hefur verið mjög öflugur markmaður. Hann hefur bara verið mjög flottur. Já. Mér finnst mjög skrítið að hann fá í raun og veru ekki tækifæri til þess, þú veist, maður hefði þá frekar haldið að hann þyrfti að spila sig úr liðinu. Ef að það var planið frá byrjun að fá Viktor hann inn til þess að hann tæki við markmannstöðunni hjá Fram að Óli myndi þá kannski fá að spila sig út úr liðinu sem að var ekki í raunin því að hann var bara búin að vera mjög fínn fyrir Fram í þessum fyrstu leikum. Já. En ég svona einhverju óþarfa En byrja ætlar hann bara að fara eftir hann settur bekkinn í tólið? Já, ég meina þetta er svo sem þetta er þróun sem að þetta er þróun sem að við höfum nú alveg séð áður að það er talað um einhverja heilbrigða samkeppni og eitthvað en leiðurt farin að taka Ertu faglegur hérna? Já. Heilbrigð Þetta eru 2 leikir sko Þetta eru 2 leikir Finnst þér ekki? Þetta er bara fáránlegt. Þetta er bara tekinn úr liðinu bara hver annar leik En af hverju hann tekinn úr liðinu? En af hverju hann tekinn úr liðinu? Rúnar er grástæði Viktor staði sig vel hvar? Á æfingum? Viktor staði sig vel á æfingum Rúnar er á öllum æfingum Við erum ekki á öllum æfingum Rúnar er að vinna þetta faglega Já, það er rétt Þú ferð ekki til liðinu Ég ætla bara að efast fagmennsku hans allt í hinn Ég vona ekki Rúnar Kristins Stúkan Kristins Maður getur ekki labba út úr liðinu eftir að setja 2 leik á bekkinn En hann að hugsa út úr glugganum að sjálfsögðu er hann að hugsa það hann bara hefur metna til þess að spila fótbolta og það er nú bara þannig að það er ofta erfitt að fara tilbaka þegar þú ert búin að taka þessu ákvörðun Ómar Só, vil ég beða afsökunar? Nei, akkur ættu að beða hann Ég veit það ekki, bara ef þið viltu beða hann væri að starta Ég held að við höfum bara alltaf talað mjög vel um Ómar Só Hann væri að starta í 9 liðum deildarinnar En Þorlákur Árnason er mjög stutt í ásökunarbyrði þar Ég meina, þetta lið þeir eru með Alex Freyr, þeir eru með Tomic og þeir fá Valor núna inn á miðina þeir eru með flotta hafsenda, þeir eru með geggjaða markmann þeir eru með Felix sem er mjög reynslumikill bakvörður og flottur bakvörður og svo eru þeir með líklega besta framherja teimi deildarinnar
Ég sagði þetta í síðasta, ég sagði Oliver Heiðarsson og Ómar Só heilir, þú veist they're gonna be problem, man. Já, þeir eru trilltir, en Vísindi Valur, hann með svona We got a problem. Hugsa ykkur, allt var ómögulegt hjá IBF fyrir mót. Núna bara alltaf besta frammeir og besta. Nei. En Vísindi Valur, eru búin að segja þetta lúkka á hann, það er svona jógakennari. Það er hann að skora mark líka, sett hann yfir Er hann eins og sambandsmark Já, hann er svona, rosalegt svona Sambandsmark það er svona horn í lúkki yfir hann. Nýliðarnir vinna Víking, nýliðarnir vinna Fram. Leikir sem Höldum áfram. Já, löðrið með Doktorfútból og löður, þar geturðu keypt í áskrift og 50% fyrir hinn bílinn. Já, konan kaupir aðaldæmið og þú fær 50% afslátt. Vinnan gerðist nú áskrifandi og ég fæ 50% afslátt af mínum kjörum. Takk. Þakka þér fyrir. Alltaf eða þú vilt heilla konuna eða konur í kringu þá kalla hana Vinnan. Vinnan. Sælvinnan. Heyrðu Vinnan. Eða fröken, ég segi mjög fröken. Vinnan. Sæl fröken. Heyri, það var glæsilegur sigur hjá Breiðabliki á miðvikudagskvöldið þegar þeir unnu Stjörnuna. Höskuldur Gunnlaugsson með sigurmarkið þar á loka andartökum leiksins. Blikar auðvitað fengu mörg færi, sett hann í stöng og slá og alls konar. Já. En ég meina að þetta hefði alveg getað farið jafntefli þarna og það stemdi í það. Ja, það hefði verið ósangjant. Það hefði verið bara fáránlegt. Sko, það sem ég skil ekki alveg er eins og Jölli kemur í viðtal eftir leik og ræðir uppleikið. Hann leyfði Ólafur bara að vera með hann. Hann var ekkert að reyna eitthvað, þeir vildi bara að hann væri með boltan. Þeir eru bara stálheppnir, hann hefði ekki búið til 2-3 mörk sko. Sko hann á fyrirgjöf á Tobias Thompson sem endar með skalla í slá. Hann á 2 mjög hættulegar cutback-sendingar út í tegin. Hann tók Geggjaskot í stöngina. Þekkir Jöllan ekki nút, hann veit að Hjöpi, þetta var bara algjör þetta bara alvöru gambúl. Og líka umræðan hennar leika á algjörum villi götum sko. Ég meina, Óli Valur er með fleiri snertingar inn í teig heldur en allt stjörnuliðið til samans hinum. Hann var ógeðslega góður í þessu leik. Það var bara ógeðslega óöfn að skora ekki 2 og leikjum 2. Þú veist, þetta hefði getað verið svo bara fyndið sko. Að því að svo breytir nefnilega, ég veit nú ekki hver pælingi þar er, en hann tekur Baldur út af og setur Andra Adolfsson inn á. Ég gerir ráð fyrir að það hefði verið gert til þess að reyna að mattsa hraðan á Ólafal, en það hefnaðist ekki. Óli Valur átti samt mjög auðvelt með að komast í góða stöður, en það er alveg rétt að Blikarnir náðu ekki að svona reyka endanúndin að þér. Besti íþróttamaðurinn í deildinni Örvar Eggertsson, þegar hann kemst og sér markið mútið Breiðabliki, þá leikur hann inni. Sexy finish. Já, þetta er athlete sko. Já, þetta var svo clean. Já, en Blikarnir bara Blikarnir voru sko miklu betri. Já. Ég held þessi leikum myndi að vera 4-1 og það hefur verið nokkuð sanngjarnt held ég. PPDA er 5-12 sem er Hvað þýðir það? Passes allowed per defensive action. Herra, Orri Hlöðves Junior að spila vel. Já, mjög öflugur og þeir voru fastir fyrir hann og Viktor Örn á móti Emil og Andra og þeir svona, ég var svona að reyna að átta mig á uppleikinu hjá Stjörnunni sóknarlega. Þeir voru svona, þetta var mikið að lögubolti fram en þeir náttúrulega skora úr einum slíkum, þannig að það var ekki hægt að kannski setja ómikið út af það. En ég meina að Blikarnir, þeir líta rosalega vel út. Valgeir Valgeirs, mér finnst hann búin að koma fárálega vel inn í þetta. Hann er að koma svo full læstur inn, hann er alltaf með einhverjum gulum kortum. Já, mér finnst það góður. Já, hann er frábær og að geta spilað, þú veist, á sama ákjæðarstíginu eins og hann spilar alltaf á gulu mest alltaf leikin er vel gert. Hann er á gulu alltaf leikin og ég kalla eftir gulu spjaldi Dífuna á móti Aftureldingu. Það reyfi á gulakorti í stúkunni. Sást ekki þeir tók þetta hérna. Var ekki búið afsanna það? Ég er að djúpa. Andri Jómann, 300 leikir. Já, frábær fyrirmynd. 200 leiki. Heldur betur 2 frábæra fyrirmyndir þar. Þar getur við verið sammála. Hitti mitt hérna Elvar Frey Helgason hérna fyrir utan á. Hann er kennari í dag, glæsilur, svona lifandi eftirmynd af föðu sínum. Hann er bara hættur. Já, með hann lúkaði eins og kennari. Þetta var samfærandi kennari. Fleiri svona kennari. Það er kóngur. Já, kóngur. Það var þvílíkur talent. En í raungrænum. Ég held þessi umsjóna kennari. Já, ok, geðveikt. Hann er mjög þægilegu kennari. Toppmaður, algjör frábær leikmaður. Lucio, íslenska boltans. Haldum áfram. Hvert ætlum við að fara næst?
Jú, Katt í uppáldi á Doktorfútból. Katt 100 ára og ætlar að skipta dekk, þá ferðu upp í Klett. Leikir sem paf. FHKR FHKR 2-2. Jafntefli hjá KR. Ungi drengurinn í liði KR-inga, hann Sigurður Breki Kárasson. Nú var mikið að tala hann, heyrðu, svona, ég veit nú að þú fegst náttúrulega svona smá í pappahjartað þitt, Sigurður, hann var með eyrnabólgu. Já, ég tengdi við hann og... Það var svona, ég hef ekki heilt þetta, ég varst þetta eitthvað svo svona, heyrðu, hvað hann? Heyrðu, hann er með eyrnabólgu. Já, menn voru að velta... Vonandi er hann búin að jafna sig. Menn voru að velta því fyrir sig hvort hann fengi rör. Já, það voru svona þessir helstu gríðarar. Já, þið gaflar hann svona smættir. Já, skaflar en já, það var, ég hef ekki heyrt þetta að vera eyrnabólgu, en hann er alls ungur sig gaur. Menn heldur bara Sigurður Bóndverð að fanna með hann fyrir glæsibæði rörinn. Já. Nei. En fælega ég minni. Hvað segirðu? Munum að vera fælega. Já, en þetta var samt svona pína því að hann er ungur og svona og verður með eyrnabólgu. En vonandi jafnarna sem allra fyrst auðvitað, svona er bara partur að þið vera mættur í meistaraflokki fótbolta í efstu deild, þá er umfjöllun og það er allt skoðað en þetta eru allt yndislegar manneskjur sem að skipta við nú alltaf mestu máli. FH2, KR2 þetta er 2 liðum ofnæmi fyrir sigrum. Hata vinna, mikið af mistökum en skemmtilega leikir sérstaklega þetta KR megin. Já, geggjaði leik KR megin, en uppleikið FH í þessu leik var alltaf leið, þeir fóru bara 1-1, bara maður og mann, það var svolítið klikka en það er samt, það riðlega KR-leiknum svolítið mikið, þeir vissi eiginlega ekkert hvað voru að gera, sérstaklega í fyrirháleik sko, en það sem ég skil ekki af hverju Heimir er með Sigga frammi hana, en ekki bara, hann á bara að hafa Flóka hana frammi og bara Siggi Halla, bara má hann fara á bekkinn, skilur, það hefur eiginlega ekkert gerst í einhvern 20 leikjum. Já. Það er löngu komin tími á það. Þannig ég býst við að það hljóti nú að breyta því í næsta leik og ég myndi halda að sætið hans væri nú orðið svolítið heitt, sko. Sko, ég er rosalega ánægð með Óskar að spila þessum unga markverði Halldóri Snæ Georgssoni, en þeir munu fá söffera fyrir það. Hann mun gera mistök. Það er bara, þú veist, og ég er ekkit alveg, þú veist, ef að krafan í Vesturbænum væri bara að vinna titilin og komast í Evrópukeppni, þá var ég bara svona, ég veit ekki alveg með þetta, kannski við erum fullorðin manni hérna í milli en hann er að fá frábæra reynslu og mjög svona, promising markmaður og ánægilegt að menn þori að spilunum. Eiður skoraði hugað mark sá því. Það er svona, ég held að ég hef aldrei þorað að skalla hann á bolta. Nei, það var veistu sem ég hugsaði. Nei, þetta var trill. Þetta var bara, þetta var út á nýstur. Þetta var svona háká culture eins og þetta kallað. En það er sama með markmannin eins og bara KR-liðið allt, að mér finnst þeir ekki láta, sko, mér finnst sjá það bæði í leiknum móti Val og svo sömulegis í leiknum móti FH, að þeir láta ekki mistök hafa áhrif á sig. Þú veist, ég held þeir átti sig á því að þetta er high risk, high reward fótbolti sem Óskar vill spila. En þeir eru 40 mínútur einum fleiri. Þeir voru ekki góðir. Náðu ekki að nýta sig það. Nei, þeir voru lélegir. Sko FH eru með 115 hefnaða sendingar í þessu leik. Já, þeir eru einu færri í... KR með 500. Já, þeir eru með heinum færri helmingina leiknum. Leiðu bara KR með boltar. 500, 115. Hverju voru... Samt áttu FH einhver fleiri skot á mark. FH miklu fleiri færi. FH voru direkt, en ég meina... En það er aðalega bara út af því líka hvernig KR spilar. FH ekki fengið 1 færi á móti ykkur aðeins vartansinna að liði, sko. Nei. Ekki 1. Klárt. En aftur... Þetta er skemmtilegi leikir á KR samt. Það er bara 1 tölfræði sem skiptir máli. Og það er það stig? Það eru 22. Það eru mörkin. Já, mörkin, já. Það er eina tölfræði sem tilur. Stig á töflunni. Og reyndar líka það. Það gleymist þetta. Þú getur samt ekki alltaf sko tjálta til einna nætur. Þú þarft á einhverjum tímabútt að hugsa, hvað getum við gert hérna eftir 3 ár? Ég held að sé enginn að búast við þessu KR-liði í titilbaráttu. Það er allir í 3 og 5 ára planum í nóvember. Svo byrjar mótið. Leikið sem bæf. Það skilur mig, þá ertu bara að pæli í... Já, en þá hefði hann væntanlega kannski sótt annan markmann og ekki spila Sigurði Breka Já, ég meina, þetta er mjög spennandi. Ég er á saman KR mjög spennandi. Ég vona við fáum að sjá strengi. Þú veist, en til að þið spili, þá þurfa líka að vera nógu góðu til að spila. Já, en KR verða alveg í basli, sko. Þetta er ekki mjög merkilegt lið, sko. Ég saknaði, sko, Luke Ray er betur en þetta, hann var ekki góður í þessum leik. Luke Ray var með geðveikt assist samt. Já, en kom lítið út úr honum þegar hann fékk stöður. Já, haldum áfram
vilt þú byrja að spara? Það nú aldrei slæm hugmynd. Ég var að svona byrja á því kannski eftir svona 4-5 mánuði. Já, Auður sérum að hjálpa þér með það. Þú getur opnað reikning og byrjað að spara innan 2 mínútna. Ég finn mér alltaf eitthvað svona sem ég langar í. Já, þá sparar við fyrir. Nýja skó eða eitthvað. Spara. Já, þá byrja að spara. Spara. Verður fljótir, Valsmenn unnu Káa easy. Valsmenn unnu Káamenn easy á tíðarenda. Var þetta Birkir Heimisson með þessar kúlur þarna? Já, hvaða sýning var hann með? Hann var bara að dræfa boltum. Já, þetta er nákvæmlega orðið. Þetta var insane. Þetta er ég með 3 tríðin. Já. Þetta voru svona 8 svona sendingar. Já. Flatir eitthvað. Já, sest hann allir markinu að Tryggva Hrafn, þá bara en svo hjá Jónatani og í báðumörkunni Jónatani ekki, þá dundrar hann bara yfir. Ég held svolítið með Túfa. Ég held með hann líka. Já, það er skemmtilegur. Það er eitthvað Góður svona kall. næsnáki. Já. En Jónatan er hann ekki bara besti maður mótsins? Jú, það ekki. Djöfull er þetta gott fyrsta marki með, eða bara annar marki líka, þegar hann næri þessu tötsi hérna út. Valsmenn auðvitað ná sig markmann, skramarinn mættur aftur. Já, það er stórt. Það er mjög gott fyrir Valsarna. en já, Stefán Þór er bara búin að vera mjög Stefán fín. Þór er bara Fer þá ekki ömmi bara í fram? Megar ekki bara mesta sens? Ég myndi halda það. Sko, Og er það ekki skrítin þróun samt? Þeir eru klálega að veðja á Viktor. Sko, ef við kíkjum aftur í þess að fréttana, Óli Ísholm má fara frá fram. Það er svolítið skemmtilegt innan fótbolta.net að fjallum þetta. Það er rætt við Sigur Hrannar Björnsson, best GM in the business, frábær markmaður, þetta maðurinn bak við The Massacre of Káir, hérna, já, HK 2020. Það sem er gott, sko, að það viðtal við Sigur Hrannar Björnsson og við hlökkum til að sjá vaksa enn frekar, segir Diddi. Og hvað sé venjulegt fólk bara, hvað er þetta þessi Diddi inn í frekar? Já, segir En Stænk er náttúrulega þekkir greinilega Sigur Hrannar sem er engu kallaði Diddi. Já, þetta er þetta gott. Segir Diddi. En þetta kann að hljóma eins og, segir Diddi. Diddi. Þetta er Diddi sjálf. Við erum að þessi Diddi. Erum þessi Diddi. En Valsmenn með Kósi 3-1 sigur, Áski Sigurgeirsson, ef hann fær færi þá vitum við hvar boltinn liggur. Það ekki í netinu? Jú, það er svolítið þannig. Það er ekki svolítið. Hann er öflugur. Já, hann skorar. Hann má nú eiga það þessi strákur. En Valsarni. Hvar liggur boltinn þegar hann fær hann inn í teik? Í netinu. Já. En Valsarni, er ég eitthvað að klikka? Mér finnst þetta bara líta drullu vel út. Já, ég er sammála. Það er kannski bara þú Jónatan er búin að vera svo ógeðslega Þeir góður. voru líka, þú veist, þetta auðvitað ef að einhver besti leikmaður Íslands frá upphafi, einn af þeim, segir bara, heyrðu, þetta er ekki nógu gott til að vinna titilinn. Það hlýtur að fá alla til þess að vilja æfa aðeins meira og vilja þetta aðeins meira. Já. Ég held að, mér finnst, með við, sko, hvernig blikandir og víkingandir eru, mér finnst, þú veist, þeir verða ekki jafn dominant að við heldum fyrir mót. Þannig að ég held að Valsarnir eigi alveg sen, sko. Þetta er bara skemmtilega. Eru ekki bara að fá jafnbörg stig og við heldum? Nei, en við skulum samt, ef við ekki kannski taka stöðuna nú í næstu leikjum, þá er þetta Víkingur, FH, IA og svo Þróttur í bikarnum og Breiðablik úti. Ef við ekki taka stöðuna Svo ef við skoðum framhaldið hann eftir smá stund, vil ég segja eitthvað meira Káa? Já, það langar mig ekki. Káa? Já. Hvað er með það? Ég meina, þetta er gamall lið og þú veist, ég get ekki séð einhverja svona future planning eða neitt svoleiðis. Þeir eru með 30 ára meðalaldur í þessum leik, þeir eiga aldrei sjens í þessum leik. Þeir skapa sér lítið fram á við. Mér finnst einhvern veginn Jón Símon Edmundsson ekki hafa komið nægilega vel inn í þetta. Á sama tíma langar með að rósa ekki komið nógu vel inn í þetta, hann er bara ömurlegur í þessum leik, hann var bara eins og hann var eins og 64 ára þarna. Mér finnst bara svona, mér finnst að taka af Hallgrími Mar á einhvern nátt og ég veit það ekki, mér finnst þetta bara, mér finnst þetta vera svona bæði svona freka varnasinnað og lítið að gerast fram á við og svo hérna, eins og ég segi vildi ekki blikandur sinn tímafánan Jóhann Símon Edmundsson? Jú, bara ekkert eðlilega mikið. Já, þú veist, þurfum við ekki að start a conversation? Óskar Hrafn og val hans á útlensku leikmennum. Do we need to start let's start a dialogue? Þú kann ekki Ómar Só? Jú, hann gæti ekki á Breiðabliki. En ekki segja að kennslan frá Óskari hafi reynst honum vel. Jú, hann hefur þjálfað vel upp. Já, þau segir það. En já, skreið hjá honum þetta tekið Heimi Guðjóns og Óskar Hrafn í útlendingaðna. Sorry með þetta maður. En þessi Edmundsson, sko, já, hann hlýtur að fara á bekki í næsta leik.
Það hlýtur að Já, fara það þarf að gerast. vera að taka kreatínu sitt eitthvað. Það var alveg bara máttlaus. Það hlýtur líka að vera að þú sem ert að hlusta, sem að hefur lent í slisi á að hafa samband við Tort. Er þetta 6 mörk í síðustu 5 leikjum með Káa? Eitthvað svo leiðis en ég er að ræða Tort sem að Tort í mér áhyggjum fjölskyldunar þegar þú lendir í vandræðum. Vestri, þeir Tort-tíma öllum þessa dagana, eina liði sem getur skorað á og verið störa HK, þetta unga og sprækalið HK sem hefur byrjar í næstu viku en þeir settu 3 í grillið á þeim hins vegar náðu Skagamenn ekki gera 1-1 á móti Vestra frábær byrjun hjá Davíð Smára og félögum í Vestra, mínir menn í neðri hlutarum áttið að vera en þeir eru efstir í deildinni. Vá. Hvað þessu 9 gæjum í Vestra eru svona góðir? Hvað það sem að veldur í því séu svona góðir? Er alltaf Danirnir í vörðinni. Þeir eru ógeðslega góðir með Eiðaron. Svo er samt gæjinn sem búin að koma mest ávart fyrir mér er Túfa frammi. Sem er búin að vera hann bara síðan 2015 eða eitthvað. Hann er bara búin að vera Víking fyrst sko. Já, hann er búin að ógeðslega góður. Já. Og Monty Elanda marki af honum er náttúrulega og sexist chipa sko. Þetta var geðveik chip. En þessi gæi er náttúrulega bara langbæstur. Daði Jónsson. Já, Daði Berg. Fólk sér þetta ekki þannig. Daði Berg. Ég hef mjög gaman að ég mitt, ég ætla að koma inn á það að þeir eru með 2 Íslendinga í byrjunarliðinu. Þeir eru bestir. Eiður og Daði. Þetta eru bestu leikmennir þeirra. Að mínum að þetta allavega. Ég er sammála Sigga að þú veist, margir þarna góðir. Pettersen, mjög öflugur, Montiel, frábær og náttúrulega hafsendarnir við hliðin á Eiði eru mjög öflugir og þeir náttúrulega voru ekki með meira hlutan á tímabilinu fyrra en mér finnst íslensku leikmennir í Vestra og það er svona það sem ég hef kannski svona mest gaman af í Vestra og sko Daði Berg í þessu fyrsta marki hann fær Oliver Stefánsson sem er sko alvöru unit hann fær hann af fullum þunga í bakið á sér og stendur það af sér ég hugsaði bara, það eru alvöru hæðamunur á þeim sko. Sko, þetta er náttúrulega mega fokk upp að lána Daða. Já, þetta er alveg Sko, veitir af hverju Ég skil þetta ekki, munu eftir að koma inn á fyrir Víkingi fyrir Veistu af hverju þeir er ekki að kalla leikmann tilbaka ég held að þetta sé okkur hákvæðingum að kenna við vorum með Arnar Markmann í banni, lánuðum hann í bikarleik til Ímis í 1 leik, köllum hann tilbaka það vorum búin að taka út leikbannið Já. Það var svona 50 skák sem við vorum í Já, og ég held að innan svona í sama glugganum við máttum þetta við svona sáum hann að loophole og ég held að menna að hugsa þá nei, the bad boys of Háka get ekki komist upp með þetta sko. og þú veist hér fyrir nokkrum ára sem hefði verið hægt að kalla hann held ég heldarreglunar að vera þannig að þau máttu kalla hann stegast tilbaka en það þarf að býða nú í næsta glugga Já, en ég meina þetta er samt mjög gott fyrir Víking að hann fái sér reynslu en hann væri bara í byrjanliðinu Guy Smith, hefndin heldur áfram hann er með refsivöndin á þessum svokulluðu sérfræðingum og lemur sérfræðinga með hann Já, hann er að gera það En ég meina, Davíð Smári sé bara að standa upp í sér í sigur en það er náttúrulega bara búin 3 leikir Sko, Davíð er núna árið þannig að hann verður kannski eftirsóttu þjálfari núna, Já, 100%. Ég var að reyna orðan við ég heyrði að IBF hefði haft áhuga á hann síðast haust þá hélt Sammi og Davíð ég var svona að reyna eitthvað að búa til eitthvað að íta eitthvað við einhverju stofum en það er samt málið Davíð greinlega kann að búa til lið út á landi og það held ég að sé know-how þessi bara erfið þú veist með hálft liðið ekki æfa og helmingur í bænum og allt þetta þetta er bara mjög erfið bara ekki uppbytta gerfigras og þetta er bara alls konar þetta er bara fáranlega erfitt að þjálfa þetta lið sko fatt hæja miðinum svo er málið þú veist þegar ef hann kæmist í topp aðstöðu og þú veist ef hann það hefur nú verið rætt hann á Hlíðarenda Já, þú veist, ég held bara að Hlíðarenda sé bara í fínum málum með þjálfara Já, þeir eru það alveg svolítið en bara fróðlegt að sjá hann með öll tæki og tól til staðar að hann hefur gert vel úr það sem að Sammi lætur hann hafa En það eru hins vegar bara 3 leikir búnir Já, þetta er eins og segi við verðum að þess að það var aftur í framhaldi af afturhaldingu ég sé HK vinna Breiðablik og falla svo sko. Ég man ekki að því Hvernig gerist það? Er það ekki fyrra? Það var hitt í fyrra Þú ert eins og fact-checkið hjá Rúf Allt rámt Pónsaður Nei, það er ekki alltaf Just get punched búið að pónsa strákin greið kjartafæði og Dóttor fútból grillum saman, gerum þetta saman
landsbyðin og doktorfútból þín samkennd okkar styrkur á landsbyðinni áfram landsbyðin og kjarnafæði það þetta mikið í gangi það verið að ráðast á landsbyðinni þín samkennd okkar Þú ert nú eiginlega bara mest í því Nei, ég er að hvetja áfram Ég var á landsbyggðinni. Slaka þú aðeins á, ég er með þáttinn Byrju, ég ætla að mjúta þig Svona, mjút Já, það er þessi deild Hún fer vel af stað, heldur betur Og ég ætla bara að fara beint í það Að tippa á þessa leiki Þið fáið ekki að nota spjaldið áhuga 0 Ég er búin að taka það út Já Þannig að þið tippið á leikina Það var líka gott að Jánni sleppti því Ekkert eðlilega vitlaus Ekkert Hann eyðilaði leikinn fyrir mig sko Kíkjum á þetta HK vann Víking Já, þeir eru líka endur í öðru eða þriðarsæti sko, Víkingarnir Já, en 8 að vinna til Já, þeir gáðu okkur þann leik, skiptum markmann, takk En það sendi ég bara takk eftir þann leik Vestri Breiðablik Gunnar Birgisson, þú byrjar og Sigur Bond fylgir eftir Vestri Breiðablik Blikandi náði í aftöfliðarni fyrra, hvað gera þið núna? 1-2 Breiðablik 1-3 Breiðablik K.A.F.A. 1-1 2-1 Káa K.R.I.A. Kríu slagur Það er bara F-fáingum Já, byrju, áfram við Það var svo sessi Herri, ok, hvað sagðirðu? K.R.I.A. Krían Seltjarnarnesi 3-1 Káar Nei, en ekki Óvænt, nei, kría, lið kríu Já, Jesus Góðu Stadió Þetta er Skagasugur, óvæntur 1-2 Stjarnan IBF 2-0 Stjarnan 2-0 Stjarnan 1-1 Fram Afturhelding Gunni 0-1 Afturhelding Já, Lærðu okkur lærðu já, gjör svo vel Hvað? Vorum við ekki að tala um faglegheit, Hjörvar? Er þetta búlis? Er þetta faglegt? Gjör svo vel Að hlæja? Ég ætla að segja 1-2 Afturhelding Hvað er þetta að hlæja? Sjáum tíla eftir mánudagskvöldið Já Give me a call Valur Víkingur leikstum Valur, þetta er geður Já, þetta er svakalega einleikur Þetta er, ég held ég við 2-2 Já, herðu, ég ætla bara að segja 100% 2-2 Ég ætla bara að segja það líka okay. Þetta er 100% 2-2 leikur Það er ég, þannig að svona fer þetta allt saman Skulum fara okkur aðeins yfir í enska boltan Þó að Hertz sé nýr samstagsaðli með bestu deildinni þá elskaði líka bikarinn og enska boltan undanúrslit í elstu og virtustu bikarkeppni heims helgina og er þetta ekki Krista Palace á móti Aston Villa? Jú Var ekki örugglega hannig? Jú Og Forest City Aston Villa auðvitað fengu rýting í bakið á þriðjudaginn þegar þeir töpuðu fyrir Manchester City svakalegt það sem að Disasi greið Disasi kom líka inn á í hálfleik í fyrirleiknum á móti Paris sem hann vaskaði þeim leik kemur þarna inn ákvörðin að setja hann inn á Aston Villa veit ekki hvað er að gera við Rashford Aston Villa eiga ekki þess að mega söluvöru inni fyrir næsta klukka held ég auðvitað getur selt náttúrulega Rodgers við allan peningi heiminu hann er bara ekki til sölu, veitu hvað ég á við eins og með Duran rosaleg sala og hvað heit hann Diaby já, þú veist rosalega sölur sem áttu þarna sko gæti selt Ollie Watkins kannski en hann ekki á þetta nei en hann er búin að vera smá fílu þeir geta alveg sett Ollie Watkins á 80 má ég heyra vil nei hann er 29-30 það er alltaf mikið peningur 60 það var ekki að bjóða 60 búin að læka okkur aðeins heyri hvernig fer úrslitin? Þetta verður Aston Villa Manchester City Villa City eða, jú þetta verður Villa City Forrest er ekki báðuleikir á Wembley? Jú þá er þetta Villa City uppáhaldsundanúrstaleikur þinn í sögunni? Er það Manchester United Liverpool? Ég myndir nú halda Manchester United Arsenal væri nú uppáhald í öllum öllum bæði Manchester United Arsenal 98-99 það er giggskorar já, sorry, ég byrst bara fórnáts ekkert mál
En þeir eru náttúrulega það lítið kannski Ég horfði á þann leik Já. Nei, ég man bara eftir að horta á eitthvað sem þú var silla Ég horfði á þann leik rugglaðan því að við vorum ekki með þessu stöðu á sínum tíma Ég er 5 ára þarna? Ég er 4 ára þarna Var það á rugglaðan? Þess, bláraðan Fyrsti leikur sem ég horfði á rugglaðan var Brasilia Tyrkland held ég, 2002 án 2002 Var það á HM á stöð 2? Já, alveg rétt Þá var komið stúdíóin fyrir leiki og eftir leiki og allt svoleiðis. Það byrjaði þar og var síðan í Þýskalandi 2006. Svo hefur þetta haldið áfram síðan. Já. Það var fyrsta skipti sem að allir leikir á HM voru sýndir. 2002. Stöð 2 braut blað í sögu fótboltans og sýndi alla leiki á HM. Já. Fyrsta skipti í sögunni. Takk kærlega fyrir það. Stöð 2 sport segi ég. Takk kærlega fyrir að breyta leiknum. Saman breytum við leiknum og saman kíkjum við á enska boltan. Volt með Dr. Fútból, pöntum bara og njótum lífsins. Það er svolítið það sem Volt stendur fyrir. Og sem það sé matur eða matvara eða púðar eða hjálpartækin. Já. Hvað er hjálpartækin? Það er hægt að Kynlífið. Já. Sex sells. Já. Heldur betur. Það er Liverpool getur orðið meistari helgina. Já, verða meistari helgina. Þeir þurfa að ná jafntefli á móti Tottenham. Þeir vinna auðvitað Tottenham á sunnudaginn klukkan 3:30. Tottenham með fókusinn í bótaglimt evinu. Þetta er svona 5-2 Liverpool. Já. Það er eitthvað svona bullleikur. Já, ég held að Salah gerir þrennu. Ég ætla að segja Salah gerir þrennu. Bournemouth Manchester United, hann er klukkan 1. Það hlýtur orð leikur fyrir hennar. Það verður spennandi leikur á söður ströndinu. Kannski aðeins bara meira að Liverpool-liðinu. Þú veist, það hafa verið að tala þeirra aðeins gefa eftir og setja hlutan. Svo var maður að skoða tölfræðina. Þetta var búið að skipta þessi 20 sem leiki hjá. Þetta er eiginlega alveg eins. Þetta er einhvern veginn svona þessi töp í meistaradeildinni og í deildabyggarnum. Ég held að það er svona aðeins blekki og byggarnum fyrir Plymouth blekki aðeins. En ef þú skoða bara deildina, þá er þetta mjög svipa all statistík og annars lit. Því líkur sigur fyrir Arne Slot sem er fyrst í hollendingunum til þess að vinna ensku úrvalsdeildina sem þjálfari og þessi vinur minn frá Ibiza mér þykir bara vænt að hann hafi gert þetta og ég veit það að orkudrykkja prinsinn hann er vel reiður í Þýskalandi það var ekki margir sem hefðu spáð þessu fyrir mót þetta var vel gert hjá hann frábælega gert hjá Arne Slot Óþarfi og í raun og veru daburt hjá Arsenal með að við Já, ég meina, Arsenal á miðvikudaginn gerir þetta jafntefli. Ég meina, það er náttúrulega bara búið að byggja grunn að rosalega góðu liði. Hann tekur við frábæri búi af Jürgen Klopp sem bara þjálfaði þetta lið stórkostlega undanfarnar. Þetta var eitthvað bara mikla þarna. Og Mo Salah var leiður og hausinn komið niður en það er bara það sem að gerist í langtíma samböndum. Já, er það þannig? Já, ég er ekki að tala um ástarsambönd, sko. Ég er nú bara að tala um kannski svona vinnusambönd. En förum aðeins kannski í Arsenal-lið. Þeir kepptum titilinn 2023 og 2024 núna erum við að sjá eiginlega algjör hörmung með þessi 20 tímabil Sigurbónd ég spyr bara hvað er í gangi vantar náttúrulega bara eins og allir búin að sjá að vantar náttúrulega bara 9 Já en þú veist og þetta virkar eitthvað en þeir eru náttúrulega ennþá inn í meistarhlutinni og þeir hafa til dæmis skora marki meir en til dæmis Newcastle Já það Hún með 63 mörk, en þú veist, öll tölfræði er niður á við. Já, þetta er líka bara leiðinni niður á einhvern veginn, nema náttúrulega meistarhlutur reynir á móti Real, en ég held að PSG sláði út, þannig að það lifa ekki lengi að því, sko. 13 jafntefli. Já, það er svona, það endar alltaf öðru seti, þá er ofta sáttu bara með stíð, þannig að... En hvað er afhverju... Menn verður að sækja sigurinn. En þetta finish á Mateta. Sí. Þetta er rosalegt. Já. Af því að þú veist, náttúrulega hræðileg mistök enn mistökin á Saliba, en hvernig hann vetsar hann í markið? Á geðveikt og bara hvernig, já, þú veist, Mateta, af hverju er hann ekki komin í eitthvað betra lið? Þú samt það? Jú, hann góður. Jean-Philippe. Já, svakalur og þetta fyrir mér finnst þetta eitt vannmettasta slút í Premier. Já. Þetta var nefnilega ekki jafn auðvelt út að leita út þú veist, ég ætla ekki að láta eins og ég hef verið sendir sko en mér finnst þetta ógeðslega vel gert take a bow sir 2-2 þarna í Lundunar slagnum og það var náttúrulega bara þannig að Mikael Merino mögulega meiddur fyrir leikina móti Paris Saint-Germain það er nú ekki gott keppir við klukkuna góðu
Klukkan eða Mikael Merino, hver hefur betur? Við vitum það aldrei, en við vitum að lagning sérum að leggja bílnum. Brighton, West Ham, Newcastle, Ipswich, Southampton, Fulham, Wolves, Leicester City og svo þetta Chelsea, Everton í hádeginu á morgun. Drengir, það ég ætla að segja bara að sé örugt, það náttúrulega örugt að Liverpool, Arsenal og City færi meistaradeildina. Pottit. 100%. Hvaða tvölið mætum með þeim? Það bara Newcastle og Hvað sagðirðu? Liverpool, Arsenal, City og Ég vona Aston Villa. Hvað sagði þú á? Ég held að þeir hafi gert sér óleik. Ég held að þeir hafi gert sér óleik með því að tapa stigum á móti City. Forrest var áfram. Þannig að þú segir Forrest og Newcastle. Já. Þú segir Newcastle og Aston Villa. Engi með Chelsea. Nei, Chelsea á bara, ég var að skoða þetta prógram, ég hef ekki trúið það, sko. Ég held nefnilega að þetta prógram sé léttara en menn halda. Þá ertu komin í 50 skákina, sko. Já, það er vatnar, ég er ekki alveg komið þangað. Já, vatnarinn tók Magnús Carlsen. Hversu nefnt er það? Þú veist að vinna hann í 12, er það öðruvísi en að mæta honum face to face? Já, örgulega aðeins, sko. En ekki það, þetta er stórkost þetta afrek. Hann tók held í 20 skákir þetta kvöld og tapaði einni. Og það var á móti Víkingur Vatnar. Carlsen? Já. Hann er ekki mikið að tapa skákum, sko. En hann hlýtur að vera að fá vel borgað fyrir. Magnús Carlsen var ekki að spila ykkur 20 skákir um að fengi... Nei, hann fær, já, hann fær ábygglega 300 eurur á skákina. Já, einmitt, já. Ég myndi að halda það 30.000 eurur. Já, Viki Vatnar maður. Já, virðingu á nafnið. Já, virðingu... Ég hef nú alltaf verið samt Hjörvarsmaður. Já. Hjörvar Ás, já. Nei, Hjörvar Ás. Hjörvar Steinn. Hjörvar Steinn. Kóngurinn, það er líka Harði United. Pössum okkur. Hann er búin að vera mikið að titli við rauðina. Pössum okkur þegar við tölum minn mann. Ég er Jón L. Jón L. Átnarsson. Hann er lengu búinn. Þú veist, ég var alltaf bara Jón L. Já, Jón L. hann var bara alveg búinn þegar þú byrjar að fylgjast með, sko. Já, en maður bara þekki maður búin að kynna sér söguna hans er vel í skákinni. Já, ég held þú ættir að kynna þér hana betur. Ég ætla að fara með þig til við kíkja með þér á Palla Maggi og Palli Maggi getum farið yfir þetta með þér. Maður umfengið nokkar skáksýri. Við ætlum að enda þetta á 3 liðum og fyrst af þessum 3 liðum er að sjálfsögðu vinnarar og lúsirar þessarar viku. Það er sjálfsögðu gert með Einari Á. Já, þetta má hjá Einari Á. Já, Einar Á í Já, Einari Á. Já. Það er bara þannig, það sem má ekki annar staðar, það má þarna. Þú erum komið mörg og slagur, tort í mér áhengjum fjölskylduna, það var heldur gott. Ég ætla að byrja í vinnurum. Byrja á vinnur, já, takk. Óli Kristjáns, nú. Bæði fyrir vaska framgöngu hans liðs gegn Breiðablik í vikunni og líka, mér hefur þótt hann frábær í stúkunni. Ég sá stúkuna í gær og rosa ánæði með að fá hann inn. Ég er mikill Óla Kristjáns kall. Heldur betur. Mér fannst, ég er samanlega að sjá, hann var mjög góður og mér fannst líka Lára Sorri, það var mjög góðu þáttur í gær. Herru, voru að sjá eitt, sko. Og Rikki á flokku líka. Þeir sem halda áhrifavaldar virka ekki, þeir sjá það hér á YouTube. Ég sá bara Lára Sorra nákvæmlega skyrtu, æsver, fór í hérna, ég fór bara á keypti mér hann. Sagði bara, herru, ég verð að vera eins og Lára Sorri. Þú veist, þannig að áhrifavaldar virka, Lágera sjálfsögðu vinnur. Lági vinnur og svo beðan afsökunar. Maggi Már. Ekki alveg strax, Maggi Már vinnur, Hrannarsnær, svo náttúrulega eins og Gunni var að tala Þóroddur Magnúsdóttir. Hún er vinnur. Hvað gerir hún aftur? Hún er svona sambandsmarþjóli. Já. Það er náttúrulega vinnur, hún var í viðtal á Stöð 2, það var gott viðtal. Já. Hún á kærast það og er gift. Já, hún er svona hún er vinnur, einn af þessum vinnurum í þessu öllu saman. Kannski fleiri vinnurar. Þetta mér eitthvað í hug. Ég verði að setja sko stjörnulið. Það er búið að hlæja stjörnuliðinu. Það er búið að segja við að þið þurfi ekki að styrkja ykkur til þess að mæti slækir í úrslitakefnina. Þeir eru bara, hold my beer. Já. Mættu í Smáran. Já. Herru, vinner naflin. Já. Herru, fór í parkóin bara hérna og bara beint í grilli á hann. Flestir hefur verið hrættir, sko. Nei. Hann fór bara að spurða bomba á hann allar erfiðu spurningarnar og bara starði á hana með það. Já, trilltur. Ég hugsaði bara með, ok, nú er að fara að sjóða upp úr. Somebody take care of my nabble. My nabble? Og ég var bara, nei, hann bara glerharður. Bombaði síðan. Það er geggjaður. Algjörlega trilltur. Fleiri vinnarar. Tómas Steindorsson fyrir færið sína til Suður Ameríku. Stjarnan Basketball, Tómas Steindorsson, Naflin,
Fleiri vinnar, einhver lúsir eftir þessa viku? Björn Daniel skoraði en mér Víkingar finnst eru náttúrulega bara, við byggust ekki við myndu tapa fyrir. Gylfi sig verður ekki bara að setja hann á lúsir vikuna því miður. Hann er búin að slagur. Hann fekk færi, hefði getað unnið leikinn, ok. Ég meina með mönnun á Grindavíkur liða, það var náttúrulega vonbrigði að vera lendið 2-0 undir í undanúrsliði Keli, og verið 7 stigum yfir. Þarf ekki bara að styrkja þetta liðan með. setja Kela sem lúsir. Já, ég stið það. Herri, ég ætla að setja Jóa Má líka, ég ætla að setja Jóa Má sem vinnur, hann mætti hérna og algjörlega pakkaði. Herðu, ég er með annan vinnar sem að gleypa Þetta er svo mikið. Ég er með annan vinnar, ég er með takkana, það er bara bjúrið. Herri, annan vinnar. Já, ég er með, hann ætlar alltaf Auðun Blöndal. Já, blöndar auðvitað fyrir þættina þá og... Já, bara fyrir, bara hann, við sendum svolítið, Hann var með ég er svolítið tónleika- mikið að senda honum reels á Instagram, en hann er svo sem sendi mér aldrei reels. Ert þú einn af þeim? Nei, ég sendi... Ég fæ svo mikið að rílsend frá... Nei, þetta er bara, þetta er alltaf bara að tala um sköllóta. Þetta er svona áhugaður fíblagangur hjá mér og blöðurinn. Já, Hann tróði náttúrulega upp að hann var með tónleika og hann og herra Snettismjöri á hérna Tenerife. já, Hann var það, hann kom fram þar, já. Já. þetta er mesti kóngur í Já. Í veröldinni. Sko, hann er ábúinlega að vera með eitthvað díl, herri, þið tækið hérna hóteli og þetta og ég spila. Þessi gaur borgar ekki fyrir. Nei. Vitið hvernig, Ég er að fara með honum á Söðurkrók. vitið hvernig veskið hjá Auðun Blöndar er á litin? Það veit það enginn. He never picks it up. Þú veist, það var enginn séð þetta veski. Ég hef farið með hann á þjóðatíð Vestmennum. Hann tekur bara í hendurnar á fólki, borðar og labbar út. Þetta er bara eins og Sergio Ramos í Madrid. Gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig. Flottur matur hjá þér. Feður bara í eldhúsið og stríkur þeim og labbar út. Já, þetta er er kóngurinn. náttúrulega one of our own. Hann er líka, hann á það líka skilja. Hann er búin að skemmt okkur í 25 ár. Já, þetta er one of our own. Já, heldur betur gera frábæra hluti og verður gaman að sjá hver vinnur drauminn, góða, sjáum það allt saman í kvöld. Förum við svo í neyða já með æsver, nóga spurningum fyrir brósana mína Sigurd Bond og Gunnar Birgisson, eða ekki? Gunnar Birgisson. Gleymið okkur hvað heitir. Ég vissi að þetta er svona þáttur. Ég bara fann orkuna þegar ég labbaði inn. Þetta er svona. Hjörvarinn alltaf. Saliba eins og Joel Matip bara aðeins verri, spyr Ásgeir Tómas. Já, svona maður kannski pælir of mikið, þá kannski já. Tómas Minnir maður svolítið á Matip. Tómas Steindorsson spyr, hafa þeir félagar eitthvað verið að taka á því ræktir upp á síðkastið, líta vel út ef maður er ekkert orðið var við á samfélagsmiðlum að þeir séu að lyfta. Það að Tómas sé að setja mig undir sama hatt og Sigurd hér er náttúrulega Já, ég meina, ótrúlegt. er allt í orðið glæpur að líta vel út? Nei. Og við erum að hvetja fólk til þess. Benni Greta spyr, Live-trackið til dæmis. gæti gablarinn tekið brósan í sjómanni? Ekki fræðilegur. Gunnar Birgisson? Ekki fræðilegur. Gunnar Birgisson með einhverjum mikstu hendur. Já, þetta er bara eins og koma Ég gæti tekið Gunnar Birgisson í nokkuð vissu það. að taka í höndina á Gunnar Birgisson Ekki fræðilegur. er eins og að taka í höndina á einhverju fegurðardrottningu. Þetta var bara svona, Við getum tekið bara TikTok og meina, allt er einhvern veginn rispað og ónýtt hérna. Já, ég tæki Gunnar mjög Jamie Vardy, við þakkum honum að kærlega fyrir hans framlag fyrir Leicester City. Gæti Jamie Vardy skorað 15 deildamörk fyrir Manchester United á næsta tímabili? Jamie Vardy? Já. Það gæti hann. Maður sjá, er Daði Bergs besti sóknarmaðurinn í deildinni at the moment, spyr Kristján Ragnar? Nei, kannski ekki alveg besti. En hann er helviti góður. Já. Nú verða Víkingar aðhlátus eftir sumarsins, spyr Hermann Friðriksson. Nei. Halda afturhelding sér uppi. Já. Hvaða lið falla? Ég er búin að segja þetta ári, ég byrja að fá fram en ég get bara ekki rætt það meira núna. Við verðum eiginlega að sjá aðeins meira. Káa lítið illa út, F lítið og mjög illa út. Herru, við verðum að halda áfram og Voru eitthvað fleiri spurningar? Hvað er einhver spurning sem þið viljið taka? Já, það var ein þarna á Hjörvar. Býtum við. Á mig? Já. Ok. Býtum, fara neðar. Er Zlatan betri með taklið 2012-13 heldur en þegar hann var ekki með takl, spyr Gunnar Ari Kristjánsson? Hjalti Örn Solmundsson. Er Hafleðarsson faglegur þegar kemur að umræða Messi? Nei, það er ekki. Hvað meinar hann?
Þú ert alltaf að tala einhverja Mikka Mús-deild og eitthvað svona Já, MLS Hefurðu hort Og þeir eru hort á MLS? Þeir eru að tala um Barcelona, they're all right eftir að hann fór og PSG líka Þetta er faglegt Faglegin að blómstra Hefur séð Juventus eftir Ronaldo Ég meina, hvað ætlum við þá að tala um bara Real Madrid sé að blómstra án Zidane eða hvað Nei, ég veist hvert ég er að fara Ég bjóst aldrei við að Barcelona kemur gjaldrúti og missa Messi og mæri á þessu stað í dag Það er alveg viðurkenna Það sá það enginn fyrir En ég held líka að þú þurfist að vera faglegur þegar þú fellar um MLS því þú horfir ekki á MLS Já Þú horfir ekki á MLS Víst? Hvernig veist þú það? Ég veit það Hvernig veist þú það? Ég hef oft sendt myndir í dockchati mér þess að þeir eru Já, Gunnar menn Maður er alltaf að berjast fyrir faglegur Það er ekki svo þú sért að horfa á Saudi-Arabíu Ég er að horfa á Saudi-Arabíu Hann er á Viaplay Hann er á Viaplay Það heldur enginn Það líkti að þetta er að klára Er El Grande? Er hægt að líka því saman að spila fótbolta og gervigrassi við að spila gólfi í hermi Ég ætla að pínulítið að klappa fyrir sig og ragnar þetta við af því að mér setja ágætis.ri á honum því að þetta er auðvitað öðruvísi en ég er á því að fótbolta á Íslandi eigi að vera að spila á gervigrassi af því að ég vil sjá fótbolta hérna í apríl og október og nóvember og öllum þessum mánuðum en auðvitað er þetta ekki sama sporti hárrétt hjá Ragnari Davíð Riordan Hann er ekki Jordan, Riordan Flotta Þetta er geggjana Til að ekki þetta Ragnar Raggi Riordan Hann þyrfti að meika þessi Og glæsileg mynd Hafleið Breiðfjörð fær aftur líka Hann er vinnur Hann með ennina fallegu sportmyndina Besti íþróttaljósmyndari í heimi Segi ég Hann er mjög góður Ok Förum í El Grande með Kimi.is Ég var alltaf stressað þegar þetta lög Það er svo langt fyrir El Grande Hitti hemma á dögunum Hann hafði nú engan tíma til að spjalla á hann leiðin í Flórida Hann er út af lífsins Já, hann fór með Delta Hann er Delta? Hann er Delta-kall Delta Airways Hann er svona, ég er playeri, hann er Deltari Er Rabbi komið tilbaka? The Rabbi sem að sérum að mæla kilvurnar í erðinu og gólfveðslunum Hann var að rýbranda sig sem úr því að vera rabbi í að vera The Rabbi Rabbi Er hann komið tilbaka? Nei, okay. Hann er ennþá að predika í Flórida Förum í El Grande klárum þetta og Arne Slott verður fyrsti hollendingurinn til þess að vinna ensku úrvalsdeildina á sunnudaginn Eina sem ég ætla að biðja ykkur er útlenskir þjálfarar í sögu Premier League útlendingar sem hafa þjálfað í Premier League Þetta ekki englendingar eða ekki bretar? Ekki bretar, okay. Ég skal leyfa Íra Já, takk fyrir það Ekki málið Sigur, þú ert yngri, þú byrjar Já, og ég sé á Pep Guardiola Það sem engir Jose Mourinho Frank de Boer Býtu, hvað var spurningin? Útlenskir þjálfari í sögu Premier League Já, sem ég held að vera sem hafa unnið Nei. Martin Jól Sven-Göran Eriksson Ruben Amorim Mikilvægt þetta Hvað heilabillin er ég hérna? Ég Rála Unai Emery Kongurinn Ég held að þetta væri bara þeir sem hefur unnið en klikkaði hvað annað Patrik Vieira Ursler Jürgen Klopp Já Andri Villas-Boas Hvað heitir hann aftur? Ég er með 2 Chelsea núna í haustum Annar vann meistardeildina með var hjá VfB áður og hinn er Ítali Vieri, Gefa þær 8 sekúndur Ég er átt, ég er mandi ekki Ég er bara frosinn sko Mandi Þú ert að leita Vialli eða ekki? Vialli, já, síðan lúka Vialli Conte, Mancini Já, við erum svona 100 eftir Já, ég var var að spá í að Þetta var mjög döpur fram Ég hugsaði sko að þetta geti tekið alveg bara heila eilíð Ég ætla að fara að syngja fyrir sko Páskar
komnir einu sinni aftur páskar og ég leitað gjöf handa þér. Af því að þá hugsað, já, páskar. Þannig að tala um jól, Martin Jól. Ég sagði hann Hann var kominn. Sagðirðu hann? Já Þetta hefur líka verið eitthvað Nei, Jú, jú, Martin, þetta já. er Martin. Ok, En byrju, hvað ætlaði þú komið með lélugustu vísbendingu bara í heiminn? Páskar hvaða hátíðir Ég held þú ætlaði að koma Hvað hvaða heitir hátíðir hann? skipta mig máli? Páskarjól En hvað þjálfara var ég að tala um? Di Matteo Hvort elska ég meira páska eða jól? Páska. Páska alltaf Rétt. Ég var að tala um Di Matteo Roberto Di Matteo. Já Var ekki hann sem var mestalinn 2009? Avram Grant, glemdu honum Já, voru svona 4.000 manns Þetta var Mér líður svo- mér líður svo- Lift, Kjartækjar, mannum já, hvernig er það? Freddi Ljungberg Já, Já, já. ég hef gefið hann. Ég hlakkaði til að heyra sólskinn. En, Já, ég var næstur í hann já Ég átti mikið að lega Ég hef aldrei verið slagur í Delgrandi Þetta voru samt svona 8 svör Já. Hann Hjálmar minn hefur Hann hefði verið klikkað þrjár. bara nummer 2 hérna Hann hefur Hann hefði farið í Ferguson Já. Hann er Og svo frábær. þegar hann kemur, vel gert, Gunni. Já, já Það var hann að kaupa sér tíma Þetta var eins og að maður alltaf einhverju svo, það var eitthvað í dæmi, svona hugareiknir, hjóru, hvað er 13 sinnum 7? Ha? 13 sinnum 7? Já. Bjósi til Kaupa sér smá tíma. tíma. Það er alltaf sniður Það var gaman að sjá gamla skona, hann kann alltaf þessi gömlu tricks eða þá. Vel Hvað er 13 gert, sinni sjögunar? Gunni. Það veit það enginn. Það er 91 Það er 91, já Já Ert þú svona fljótur? Já Hann er góður á bókina Hann er góður á bókina Já Góðan haus Góðan En, já, þetta er Það máli deilum það Doktor fútból. Við erum að fara, ég og Tommy erum að fara að veislustýra á herrakvöldi Ólafsvíkur Víkis Ólafsvíkur á morgun í Ólafsvík Já, ég skora á alla sem að er að hlusta að fylgjast vel með story hjá bæði Epic og Doktor Fútból. Doktor Fútból ætlar að henda sér á leik þar sem að honum er búið á leik Salford og Colchester. Þannig eru lið að berjast að komast í úrslitakeppnina í League 2 Hvenær er þetta? sem þetta er á lög morgun og ég ætla að henda mér aðeins á leik, ég ætla að sjá hann leik Ertu einhver tímann? Hérna Ég þarf að fá plaka inn í viðbót Þannig að þú mátt kveikja og ég verð þar á mér aftur á Instagram og nýt lífsins vel Sigur Bónd, takk geðu þetta fóð Já, takk hella Ég verð að Bara fá geggja að plaka koma og Ég verð að fá Já, bara loksins fær bara að koma aftur í stúdíóið byrja að þú að segja eitthvað Já. byrja að ætla að opna fyrir þig, byrja aðeins gjör svo vel Það er annarkvöld Þá er klukkan 19.45 á RÚV Þá er alla leið, fyrsti þáttur ég laka til Ég, Hvað er það? Felix með Bergsson hverju heldur þú í Eurovision fyrir utan Ísland Ég finnst tískalagi gott Mér finnst Azerbaijan frábær hvað er þú með hverju heldur þú yfirleitt ég er alltaf með Ísrael af því ég er svona Já, ég er traditionalisti Ísraels út að húpa búpa Ég er alltaf smá Ísraels maður líka húlle ég held að allir traditionalistar út að húpa Við erum, hérna, við deilum nefnilega þeirri skoðun sko, ef að allir fara á eitthvað ákvað hatt einhvern þá svona ákveð við, já Ég ætla að peppa þetta já ég meina að þetta er bara gott lag þeir eru alltaf með góð lög Þeir eru með geggjalag og eins og Skunni sagði hans faglega mati fyrra þá er Ísrael átt að vinna þetta Já, Það erum líklega með besta lagi fyrir Ísrael og Króatía svo, jú ég er alltaf smá ég englendingur held alltaf með Tyrkjunum Eden Golan er byrjað að tróða upp í halftime í playoffsun í NBA Svo sem að söng fyrir Ísraeli fyrir Svo tyrkneska já, það er stórt Þannig það að er nefnilega bara sá Eurovision fari sem hefur meikað þá mest bara í sögunni Já, 100% Nei kannski fyrir utan ABBA Einar Ágúst Já, mögulega Celine Dion Já, Einar Celine Dion Ágúst Ekki glemma Einar Ágúst herru, Johnny svo Logan. gleymið þið alltaf Flóræta þið gleymið alltaf Flóræta Hann fari í Eurovision San Marino Ha? ég hef aldrei vótað í aftur rosalega efni ég bara kaus En það er harðasti Flóræta Já, Celine Dion að meika aðeins og ABBA Já, Við förum faglega yfir hvert einasta lag í alla leið verður þetta faglegt eða verður þetta fimmulegti Já, faglegt takk